Þá skulum við huga aðeins að amerísku stjórnarbyltingunni og enn sem fyrir markmið að þið getið rætt hugmyndir og öfl sem leiddu til amerísku frelsisbaráttunnar og frönsku byltingarinnar. Kynþáttahatur, mismunun út frá sögulegu og nútíma sjónarhorni. En upphaf landnáms Norður-Ameríku má rekja til þess að hópur Breta lagðast að frá Englandi árið 1620 á skipinu Mayflower sem við sjáum hérna og þeir voru að sækjast eftir trúfrelsi og landnæði sem þeir höfðu ekki í Englandi og á endanum að þá fjölgaði Bretum þarna mjög mikið á austurströndinni þannig að þegar það eru komnar þarna 13 nýlendur þegar að nú komið sögu þeim öllum stjórnað af englendingum og eins og við vitum að þá komu miklu fleiri þjóðir í kjölfarið, meðal annars Íslendingar sem að reyndar flestir fóru til Kanada þó einhverjir færu líka til Bandaríkjanna. Nú þá komu Frakkar og Spánverjar, þeir eignuðust líka nýlendur í nýja heiminum sem Norður-Ameríka var kölluð og í nýlendunum að þá höfðu borgararnir í rauninni meiri rétt heldur en víðast hvar í Evrópu. Þar fengu hvítir kallar að kjósa til þings og ráða miklu meiru heldur en gerðist í Evrópu á þessum tíma. Þannig að þarna voru hugmyndir heimspekinnar komnar og hugmyndir frelsi. Englendingar og Frakkar háðu 7 ára stríðið frá 1756 til 63 yfirráð í Norður-Ameríku. Og það endaði með því að Englendingar unnu og Frakkar töpuðu og þeir eyddu mjög miklum peningum í þetta stríð. Frakkar græddu ekkert á því eins og Englendingar og við eigum eftir að skoða afleiðingarnar af því betur þegar við tölum frönsku byltinguna. En nýlendurnar sem Englendingar áttu í Norður-Ameríku eru hérna á austurströndinni, hérna. Ekki Kaliforníu, Ameríkjunum, fyrst upp að Bandaríkjanna hérna. Þessum nýlendum var stjórnað frá Englandi og þeir eru að borga englendingum skatt, þar að segja eins og við borgum bara skatta núna og þeir þurftu að borga tolla af innfluttum vörum, öllum vörum sem voru fluttar inn til nýlendnanna þurftu að borga toll af. Nýlendubúarnir þeir sættu sig ekki við þetta til lengdar og á endanum gerðu þeir uppreisn og uppreisnin mörkuð af teboðinu í Boston árið 1773 og það talið svona upp af frelsisstríðs Bandaríkjanna. En þá réðust nokkrir nýlendubúar borð í skip sem voru að flytja te frá Englandi og hentuði í höfnina í Boston. Og ef við skoðum hérna þessar 13 nýlendur að þá að finna merki þeirra í bandaríska fánanum. Rendurnar eru 13 og stjörnurnar eru 13 líka og hver þeirra táknar eitt ríki. Núna eru ríkin orðin miklu fleiri, þau eru orðin 50 og stjörnurnar 50 en rákirnar eða rendurnar í bandaríska fánanum eru ennþá 13. Nú þetta frelsisstríð Bandaríkjanna, það var ekkert átakalaust og það var George Washington sem leiddi nýlendurna til sigurs á Englendingum og þann sigur unnu þeir árið 1783. Það lýstu yfir reyndar sjálfstæði sínu árið 1776, 4. júlí og það ennþá þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna og þeir skreyta dollarasiðilinn sinn með mynd af Washington. Nú, Bandaríkin fengu eigin stjórnarskrá árið 1787 og það það sem við þurfum að hugsa svolítið En þessi stjórnarskrá byggir á hugmyndum upplýsingarinnar og hefur verið svona fyrirmynd annarra stjórnarskráa undanfarin 200 ár. Það er að segja frá því að hún kom fram. Þarna átti almenningur að velja stjórnendur landsins og ríkisvaldi það átti að skiptast í þrennt, samkvæmt hugmyndum Montesquieu í löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald. Og enn þann dag í dag er framkvæmdavaldið og dómsvaldið að slást í Bandaríkjunum eins og við þekkjum kannski af baráttu Donald Trump sem tilheyrir framkvæmdavaldinu við dómsvaldið.
Bandaríska stjórnarskráin var mjög lýðræðisleg miðað við það sem að tíðkaðist þá, þó hún sé ennþá barn síns tíma. Hún hefst á þessum orðum "We the people believe" og svo heldur þetta áfram. Og það stendur meðal annars: allir menn eru fæddir frjálsir og jafnir og eiga að hafa sama rétt. En allir menn eru reyndar bara hvítir karlmenn sem eiga á ákveðnum aldri, sem eiga ákveðnar eignir. Konur, frumbyggjar, þar að segja indjánar, blökkumenn, þrælarnir og fólk af öðrum uppruna var réttlaust. Og það ekki fyrir 1920 sem konur í Bandaríkjunum fá kosningarétt. En það sem að gerist þegar að Evrópumenn komu til Norður-Ameríku, Bretarnir, þá bjuggu þar 100 ættbálka indjána. Þeirra sem höfðu alltaf búið í Norður-Ameríku. Þeir lifðu af veiðum og landbúnaði út allt meginland eins og við sjáum hérna. Hérna eru málaflokkarnir þeirra og þetta eru 100 ættbálkar sem búa hér allt meginland Norður-Ameríku. En eftir því sem að innflytjendur fjölgaði, fækkaði indjánunum, þeir voru hraktir alltaf lengra og lengra frá austurströndinni og í áttina til vesturs. Og það má eiginlega segja það að þegar menn skoða söguna núna að það hafi verið skipulagt þjóðarmorð á indjánum framið í Bandaríkjunum eða í Norður-Ameríku á 18. og 19. öld, 1700 og eitthvað og 1800 og eitthvað. Og hérna sjáum við þetta, hér eru nýlendurnar 13 og hér land sem ekki numið af þeim ennþá. Og hér sjáum við þróunina, bleikasvæði stækkar og stækkar og stækkar. Þangað til á endanum indjánar orðnir í rauninni þurrkaðir út nema þeir búa á svona svokölluðum verndarsvæðum. Sem voru svæði sem að hvítir menn vildi ekki búa á. En það voru ekki bara indjánar sem höfðu ekki mannréttindi í Bandaríkjunum heldur, þrælar líka. Í Evrópumenn fluttu 8 til 10 milljónir þræla frá Afríku til Ameríku frá 1500 til 1860. Þrælarnir voru bara eins og hver önnur húsdýr, það mátti selja þá, kaupa þá, leigja þá og refsa eins og hver vildi og þrælahald var ekki afnumið í Bandaríkjunum fyrir 1865. Og hér sjáum við einmitt uppboð á þrælum, hér uppboðshaldarinn, kaupendurnir eru hér og hér var bara boðið í hver bauð hæst í þrælana. Þrælarnir komu til Ameríku samkvæmt svokallari þríhyrningsverslun. Bretar fyrst og fremst fóru til Afríku með afurðir sem þeir keyptu frá Bandaríkjunum, sykur, tóbak og baðmull sem þeir unnu hér. Þeir fluttu baðmullina, rom og aðrar vörur til Afríku þar sem þeir seldu hana fyrir þræla. Þrælana fluttuðu til Ameríku, þeir unnu á plantegrónum við að búa til sykur, uppskera sykur, tóbak og baðmull, flytja hingað. Þannig gekk þetta hring eftir hring og hér sjáum við þrælaskip, hér bara fólki raðað niður í skipin og þarna dóu mjög margir borð reyndar, en þetta var aðferðin við að flytja þrælana. Þeir lágu hérna, við sjáum það hér hvernig þeir lágu á mörgum hæðum í þrælaskipunum. Þrælastríðið frá 1861 til 65 kom til af því að það voru mjög ólík samfélög í Norður- og Suðurríkjunum. Norðurríkin byggðu á iðnaði en Suðurríkin á landbúnaði, einkum baðmull og tóbaki, og þar voru þrælarnir. Norðurríkin, þau höfðu ekki trúað þessu þrælahaldi og fannst það ómannúðlegt og upp úr því varð stríð á milli Norðurríkjanna og Suðurríkjanna sem endaði með sigri Norðurríkjanna árið 1865 og þrælahald var afnumið. Allt þetta frelsisstríð í Ameríku hafði mikil áhrif í Frakklandi. Eins og ég sagði áðan, þá kostaði þetta mikla peninga, en þaðan komu líka hugmyndirnar frelsi, stjórnarskrána, og þetta hafði áhrif á þriðju stéttina í Frakklandi. Og í næstu glærum að þá kíkjum við á árásin á Bastílluna og hvernig franska byltingunni
franska byltingin var og hvaða afleiðingar hún hafði. En látum þessu lokið núna.